Þá fannst mér sérstaklega áhugavert bara að rekast á alls konar skissubækur og ljósmyndir og póstkort sem eru svona frá þeim tíma sem hann var að ljúka námi út í Evrópu og fór þá svona á ferðalag og ferðast meðal annars til Grikklands. Þar sá ég myndir sem voru teknar á sömu stöðum og ég hafði verið á ekki svo löngu áður. Mér fannst þetta eitthvað svona falleg tenging að það var akkurat 90 ár á milli þess að við vorum hérna á sömu slóðum. Og svo annar svona þráður sem ég fór að feta með eftir var að skoða húsið sem að hann byggði sjálfur hér í Sigtúninu með eigin höndum og það hefur oft verið talað um að hann hafi tekið áhrif frá Grikklandsferðinni og notað það þegar hann var hugmyndin að kúluhúsinu. Þá kom upp þessi hugmynd að nota húsið sem að mér finnst vera bara stærsti skúlptúr sem Ásmundur gerði á ævinni, að nota það sem sólúr og út frá því kemur þetta verk sem er stærsta verkið á sýningunni sem heitir Hverfing og það er sem sagt spegill upp á þaki sem að grípur sólina og varpar sólargeislanum inn í bogaskemmuna á langvegginn þar og sólarljósið ferðast í rauninni andsalis. Það byrjar í vestri og ferðast í austri eftir því sem dagurinn líður og þar á veggnum er líka svona teikning sem að gefur augunum svona viðmið til þess að fylgjast með hversu hratt við erum að ferðast. Í gluggunum á bogaskemmunni er líka risastór teikning sem er svona lauslega byggð á hvernig útreikningar fyrir sólúr hafa verið gerð í gegnum tíðina.